Já, komið sæl og velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna með góðan gest, Tamila Garcel. Vertu velkomin, þú ert kennari og frá Kúbu og ert hingað komin til þess að ræða ástand á Kúbu. Það mikil mannúðarkrísa, en hún sannarlega ekki sprottin upp úr engu. Heldur hún svolítið hönnuð af Vesturlöndunum og þá helst Bandaríkjastjórn sem í svona miklum kúgunar og þvingunaraðgerðum gagnvart kúbanska ríkinu. Þetta svona liður í þessum aðgerðum þeirra ná þarna yfir olíu og svona, svona hagsældar svæðum í Ameríku, bara eins og hún leggur sig. Þetta tóku fastan forseta Venezuela, Maduro og hafa þar að leiðandi stöðvað olíu olíuflutning á millilanda. Kúbanir tristu mikið á olíu frá Venezuela og þú þekkir þetta á þinni eigin raun, alla þessa krísu. Þú ert fjölskyldu þarna? Já, mamma mín og pappa mín og dóttir, systir mín heitin, það ennþá þar og auðvitað alla hinn frændur og alls konar. Já. Og við tvær systur eftir. Ég býr hérna á Íslandi, búin að vera núna í 23 ár hérna og systir mín sem býr í Montreal í Kanada, yngri og þarna hún búin að vera cirka 18 ára og eins og þetta bara dæmigir Kúbuheimili fólk fer út á landinu og fullorðið fólk verður eftir og svo einstum bara að hjálpa þeir sem eru eftir á Kúbu til að lifa af. Akkurat. Og hvernig ástandið á Kúbu núna? Við heyrum litlar fréttir af því. Við eiginlega mjög sárir. Sérstaklega ég mjög sár yfir að það svona heimshlutun. Það bara gleymst alltaf að tala um. Það skiptir mér máli það sem gerist í Evrópu, heldur en í Suður-Ameríku og Suður-Ameríku það þekkir bóðlega lítið um. Hérna á Íslandi við Kúburir og við mínum megin erum að vera að vara við aðstæður á Kúbu í langa tíma, í langa skeið. Þetta ekki ný. Þannig meira segja hingað til hefur komin fólk frá Kúbu að sækja hælis á sama tíma og Venezuela fólki var að sækja hælis og Venezuela fólki bara að fá hælis og Kúburir voru að fá hælis, það voru sendið tilbaka. En þetta bara óskiljanlega, við erum að vera að sitja í þennan ástandur í 70 ár. Venezuela búið rétt að byrja að finna fyrir pressur og lokanir og allt það, en við erum búin að lifa það í langa skeið og hann heila æfið og þetta staða sem búin að vera síversnandi. Ég man ekki annað síðan sem fæði, við þurfum að trauka, það ekki setta til en það verður og maður byrja með skortur á öllu möguleikum. Ég má teka þetta sem sjálfsögðu hlutir. En smá hlutirna fara tímabili sem voru vetri, tímabili sem voru erri. Ég man stóð eftir Sovjetunion féll. Það var mjög erfið tíma. Þú var með fullt af penningur í vasunum. En það var lítið sem ekkert að fá að borðas. Ég man til að með þess vegna ég hætti svo mikið kartöflur. Það var tímabili sem var bara fína kartöflur. Þú bara morgunmat á því sem kvöldmatung þú bara heipin. Af því ofta svona krísur þú fá bara máltíð á það. Þú heipin. Og þetta voru bara kartöflur. En taka kartöflur fyrir bjargarlífið mín og margar annar. En staðan í það miklu verra heldur en þegar Sovjetunion féll. Núna sóttu sem penninga, það ekki matur og það ekki matur, það ekki nei, það grunnþjónusta engan. Fólk bara býr eins og svona frumstæði, eins og frumstæði fólk. Þú bara lifir af daginn eins og býtjám til hvað kemur, hvað tekur við. Fólk reynlega bara að svelta. Fólk reynlega að svelta. Fólk mjög bannar og þetta vegnast sérstaklega á börn. Og fullorðið fólk og við erum á Kúbu fólki eiginlega bara svona elst fólk sem inn á landinu ung fólk bara að flytja á stóran stíl 30% af fólkinu fór frá Kúbu í 2024
Þetta bara lækaði svakalega og börnin líka. Þannig að það líka farin að leiðast að það verður erfira ennþá að leysa málum með svona fólk sem að verða eldri og eldri, enginn að taka við, með að missa börnir í framtíðinni, unga fólki sem hætt að mynda sér. Að það erfið, ég skil það, ég útlifið það líka, að þú fær ekki í skólanum með tóma maga, en ég gerði það að ég vildi mynda mig. Þurfti að labba 8 kilometrar, að þessum tíma sem Sovjetjunum fælt til að geta fara að mynda mig, kannski við kaffisopa í maganum. Já. Til að vera 8 klukkutíma í skólanum, af því það ekki eins og hérna á Íslandi, þú mætir einn tíma og einn tíma, það bara, þetta vínudagur, fólk sem læra og tilbaka, og ég skil það vel að það svolítið erfitt að einbeita sér og læra og ýmislegt að þú bannaður. Og svo núna í haust, það kom einhver vírus, arbovírusis, það sem merkir 2, og aðalega þetta var bannaðringur. Og sama gerðist í COVID-tímabili, þetta var svakalega tíman. Og hlutir hafa verið síversnandi síðan COVID-tímabili, frá síðan 2020 og hingað til. Hlutir bara raðað. Það svo ræð breytingar og það ekki lengur skortur. Það fátæk. Áður fyrir eins og til ég var að segja bara alls og bara skortur, núna bara fátæk. 90% af samfélagi á Kúbu býr með fátækamörkum. Eins og búin að vera við getum duglegar að googla og leita upplýsingar, en við fundum alls þessar upplýsingar. Eins og til dæmis frá COVID-tímabil 2020 og hingað til, það þjóðin farin niður í 9 milljónir. Þannig að sem ég kom til Ísland í 2013. Þetta segir þér eitthvað, bara í fyrra það voru 500.000. Þetta rosalega mikill munur. Já, það var 500.000 mann sem kom ólöglega til Bandaríkjun í fyrra bara. Og ekki til öðrum löndum sem að fara. Dóttir eldri systir mín til dæmis, hún bara fór til Mexiko og hún ólöglega þar. En svo það sé slæmt þarna, það ekki svo slæmt og á Kúbu. Það erfitt að búa með óvissa, það erfitt að búa að þú hefur ekki mat að bjóða á barnið þínu. Þetta ég sem móðir bara, ég gæti ekki hugsa mér verri aðstæða að ég get ekki barnið mitt að borða og þetta hlutir sem og meðan þú þarna að þú kannski fatar ekki að því þetta daglega líf, það svo eðlileg. En á leiðinu þú fer að hugsa, vera sjálfstæðu hugsun, sem svolítið hættuleg líka, með sjálfstæðu hugsun, það þú fatar það eitthvað sem ekki í lagi. Nei. Og hvað það sem ekki í lagi? Við vitum það alveg, en ég spyr bara svo við getum rætt það aðeins. Af hverju ástandu á Kúbu? Af hverju lagast Kúba ekki? Þetta stór kjötsúpa. Þetta stór kjötsúpa, þetta ekki einfalt mál. Fyrst og fremst, så margir neita því ekki, við getum ekki neita því að Bandaríkjun áhrif. Við vitum það, við getum ekki neita því. Svo við séum sammála með ríkisstjórnin eða ekki á Kúbu, við getum ekki neita því að þetta hefur afleiðingar. Núna til dæmis þetta mjög nýlegt núna til dæmi. Með skortur á olíu á Kúbu, þú ekki að taka niður, steypa niður ríkisstjórn. Þú að drepa börn sem í spítalan. Þú konur sem óléttar að fá viðeigandi þjónustu. Fólk sem þarf dialysis, leusemía og nýrna vandamál og allt. Þetta fólk að deyja. Þetta sko þessar aðstæður sem Kúbanir eru í núna, þetta minnir að mörgu leyti á Gaza. Já, nákvæmlega eins. Sama kerfi, þetta kerfi hefur verið notað síðan Rómverjar. Þú vil ná eitthvað ákveðin landi, þú bara fer í kringun, þú lokar allt aðgangur af matur og vatni og allt hjálp. Og smá morar að fólki fer niður, að þú hugsar ekki sjálfstæði sem að þú með tóma magan. Þeir langar bara að fá mat og næringu fyrir börnin þín. Já, lifa. Fyrst og fremst, að þú vera með svona þjóðhetja, þú einstaklingar. Þú einstaklingar, þú foreldri, þú bróðir, þú systir. Þannig að það hluturinn stundum sem að hugsa. Já, við erum sjálfstæði. Við erum að reyka stóran punktum í Bandaríkjunum og þú stjórnar ekki okkur. Við ræðum okkar aðstæður. En það hefur
þetta hefur kostað okkur rosalega mikið. Og núna það tíminn sem eiginlega það búin að kæfa alla samfélagis. En það ekki bara það. Það mjög illa stjórna landið. Landið búin að vera stjórna. Kjúklingur sem borðað, fólki sem borðar í dag á Kúbu sem getur kaupið sér kjúklingur, af því það ekki allir, bara fluttu inn frá Brasilíu og Bandaríkjum. Hvernig stendur það því að þú getur ekki alveg kjúklingur á Kúbu? Og svo fólk, já, ég veit að fólk hefur setið í bakgarðurinn, en horfðu bara til Havana. Svona þykvikt. Þú getur ekki alla upp kjúklingar eða svínir út í garðinu í Havana og på svali. Þetta bara gengur ekki. Og það ábyrgðarleysi, það spillingur, það félagslega agaleysi, það samblandar á öllu og þessi... Og verða þetta glæpir og alls konar og svo alltaf verið að líta... Glæpirtíknir á Kúbu bara... Ég bara lesa daginn, það 5,5 nákvæmlega eins og í Bandaríkjum. Já, heimt. Nákvæmlega eins. En það auðvitað líka mikil fátækt í Bandaríkjum sem auðvitað sem ítir undir glæpa. Já, og þetta smá glæpir. Fólk sem bara drepin fyrir síminn. Fólk sem drepin til að stóla rammansjólið. Það bara, moral bara... Bara lifa af. Alveg. Málið núna bara ræður bara að lifa af. Þú verður að lifa af því og þínu. Það skiptir ekki máli hvað leið þú fer, en þú þarf að lifa af. Og ég veit að þetta líka, þetta mál sem við þekkjum út allt. En það margir sem leiðir, það glæpa leiðin til að geta lifa af. Af því með að vinna, 8 klukkutíma að vinna þarna, þú lifir ekki af. Nei. Launin þín, mann sagði bara á Kúbu sem kennari, ég var með $25 á mánuði. Og það var einu hæstu launin af því kennarar og læknar og hjúkrar og það fólk fá besta launin. Í dag kennari fá $60 á mánuði minnist mér, en þetta dugar ekki. En þó að það væru $250 eða $1,000. Það dugar ekki. Þú fer í búð, þú lapar í búð og stundar bara raðir á tómatsósu. Já. Eða raðir á batsflösku og stundar það bara ekki neitt. Þannig að svo þú sem penning, það ekki til að fá. Og hvað fólkið þitt að gera? Fólkið mitt hefur að eiga 2 dætur úti, 2 dætur sem óhlýknar á þessum tíma og ákveðu að bara að fara út og ryðja sig veginn. Og ég til dæmis þarf að kaupa mat á vefsíðum á ríkisstjórnin og borga jafnvel stundum $15 fyrir olju til að elda. Þetta bara ein dæmi og kjötin ég tala ekki það. Það getur verið 1 pound sem svona halvan kíló cirka bát. Getur verið $50. Så jag står med $60 á mánuði, hvað það? Svo ég kaupir matur fyrir þeim, senda til þeirra og ríkisstjórni að greiða þeim það matur. Annars þau fá ekkert. Og það sem hægt að fá bara í svartum markaður, sem mjög, við vitum hvernig þetta gengur. Þú lifir að Kúbu í svartum markaður, þannig að þessi glæpur normalisera. En af hverju alþjóðakerfið, af hverju heimurinn ekki, af hverju ekki all eyes á Kúba núna? Vegna þess að við erum að sjá ástandi versna mjög hratt og við erum að sjá, þetta manngert ástand, þetta ástæðan fyrir þessu bara þessar sanksjónir Bandaríkjanna og Vesturlanda og Kanada hafa náttúrulega verið að fljúga þarna á milli með túrista en hafa kallað þá alla tilbaka, mestu leyti búin að leggja niður allt flug, þannig að það einhvern veginn, nú verið að loka allt af og maður myndi halda við svona vestrænu löndin í heiminum, við myndum finna til ábyrgðar og segja bara, heyrðu, hingað ekki lengra, nú ætlum við ekki að púka upp á Bandaríkin lengur, þau að pína nágranna sína, en það gerist ekki neitt. Já, þetta þannig að ein búli stjórnar alls sem í kringum sig og þetta eitthvað sem ég hef aldrei skilja. Á heiminum 195 land. Ég skilja hvernig 195 land, menn segjum það, getur verið rætt að einu. Þegar við vitum í fjöldan styrkin. Þegar þú sameinis allan þína kraftur, þú sterkari.
og ég held aðalmáli að Evrópubúar eru búin að sofna á verðið. Erum við að sofna verði, heimurinn sofnað á verðinu, alene það kemur ekki fyrir mig, það við erum góðir, þannig að þessi samkennd, það búin að tapas og svo séu fullt af reglum, við verðum kynebra þriðja greinin og alls konar mannréttindur og réttindur barnana og allt konar sem réttindur sem fallega skriftinu og í lokar reglur en engin framkvæmdir. Af hverju ekki gert á Kúbu? Af því Kúbur skiptir engum máli fyrir Evrópubúar. Kúbur skiptir engum máli eiginlega fyrir aðra þjóðir. Við höfum engan áhrif svo við deyjum á morgun og því mun ekki finna fyrir. Það við sem finnum fyrir það. En ég svo tími til að mig, ég dáist að Mexiko. Já, Mexiko mitt. Mexiko bara að standa í sínu. Ég hef aldrei séð húrrakari konu og ég sé að hún hefur það sem þarf sem flestir karlmennum sem stjórna London hafa ekki. Já, hún stendur svo litið upp í hárunu á Trumpið mitt líka. Já. Nú man ekki hvað hún heitir. Claudia eitthvað því man ekki nafni. En mér finnst að setja það sem þar. Allir séu þeir, það býtum við. Meðan við viðskiptir sambandi, en þú stjórnar okkur ekki. Með hverju ég tala og með hverju hef ég samskiptum. Og svo það þetta ótrúlega. Þú til dæmis, núna með þessi ástandi með Mexiko, við erum að tala um Mexiko. En Mexiko gerir business með Kína, þeir hækka taxes, skattar að hækka til Mexiko, en ekki til Kína. Af hverju hækkar það til Kína? Við þú ræður í Kína. Af hverju þú gerir ekki árás til dæmis á Kúbu, Bandaríkjamennir? Þeir vita að það samkomulag sem bara skrif í lok kalda stríði. Þú má ekki ráða sín á landinu. En þetta auðvitað árás. Þetta árás. Það. Þetta bara, þeir eru bara að segja eftir að landi bara gefi eftir. Þeir vita að stjórnendur á Kúbu eru ekki vinsælir. Þeir vita það og þeir vilja flytja fyrir breytingar með það skilir að það þarf að hlýða. Meira að segja, við erum komið með forseti og hvað sem við erum að kjósa. Marcos Rubio bara forseti Kúbu. Þannig, þetta bara svo brjálið. Og svo London í kringum okkur bara alveg, ok, það bara allt í lagi. Hann Trump bara brjálið, Trump brjálið. En svo þetta bara hræðslan við Trump líka. Já, en þú fattar ekki. Þetta svipað að það gerir sem ekki lítur líkar. Að hann bara að ráða þessa pólveri og kýðingar, það allt í lagi. Og svo allt í einu, Evrópa bara í hættu. Segja að þú lætur svona menn, svona lönd, haga sér svona, að þú orðna auga fyrir, það eru búin að geta, þetta krabbamein. Segja að þú tekur ekki meðferðir á réttum tíma, það bara að það búið. Akkurat. Og ég held allt því stofnun og eiginlega allt heimurinn bara búin að loka augun fyrir og eru bara að sitja í þinni þægindarramma og þeir bara líka eru búin að vera að veikja, þeir búin að vera allt og lengi tími í fríð og ekki viðbúa fyrir ýmislegt, dreista allt og mikið að það góða. En við vitum að mannkynni ekki alltaf góð. Við höfum svona slæmklíðir og góða klíðir. Þannig að þú þarf alltaf að vera með, eins og mamma mín var alltaf að segja, í gegnum lífinu þú þarf að lappa með 2 poka. Einn fyrir það góða og einn fyrir það slæma. En þegar slæma fer að vega meira, þá þú þarf að sleppa hana. Já. Og hvernig ætlum við að sleppa hana? Hvernig kemur tími? Hvernig nóg verður nóg fyrir alþjóða veðgavangin til að segja hinga og ekki lengra. Ég held að bara svona hinn almenni vestræni borgari, ef við tökum bara Ísland sem dæmi, Íslandingar vita ekkert hvað að gerast á Kúbu. Það aldrei í fréttunum, það ekkert talað það. Ég leita fyrir samtalað okkar og var ég að leita fréttum frá Kúbu og einu fréttina sem berast frá Kúbu eru frá kúbuskum miðlum sem eiginlega búið að leggja niður af því að það rafmagnslaust. Og það bara, eru serverarnir eru bara úti og það bara, við fréttum ekki neitt nema í gegnum einhver svona bandarískar fréttaveitur og það einhvern veginn virðist ekki rata alveg hingað til Íslands heldur. Ganski fyrir mig fyrir orðalagi og ég vil ekki móka neinu.
en í gegnum tíðina við vitum að samfélagsmiðlum og jafnvel ríkisstjórnin á Íslandi mikið rasasleikir af Bandaríkjamennir. Já, það alveg rétt. Það búin að þeir eru bara allt hægt og menn með Bandaríkjamennir og best ekki að trúbla manni, leifa hann gera það sem hann vill, leifa hann frið svo mikið meðvirkni. Rosalega rokkra meðvirkni. Og fréttamennska hérna á Íslandi redda sér bara eiginlega að þessi miðlar, Bandaríkjamiðlar. Það ekki mjög fáar sjálfstæða miðlar sem sjá og upplýsa málum. Og þetta bara copy-paste. Fresturinn og þessum fréttum sem hérna á Íslandi fólk lesi bara copy-paste frá erlendum miðlum. Því miður. Ekkert að því að við líktum Kúbu svolítið við Gaza bara núna áðan og þá fór ég að velta fyrir mér sko að því að alltaf þegar þú hérna sko ítir fólki út í hotn og kúar það þá kemur að því að ykkur býtur tilbaka. Og ég veit það. Og hérna og það auðvitað hættan alltaf að það verði eitthvað skonar, ég veit ekki gagnár og segja ykkur fremji hryðjuverk eða eitthvað svona eða og að sko Bandaríkjastjórn eigi þá eftir að nota þetta til þess að réttlæta þá einhverju hernaðar íhlutun eða annars slíkt. Hefur áhyggjur af þessu? Ég veit það. Já. Ég sjálf til að með segja ég sé að þú að ganga mínu réttun og að mínu svið. Ég bara brjáluð. Já. Og við kúverið erum svolítið brjálaðir í þessi karakter. Við erum ekki svona típa sem við fórum mjög með orðun og hlutum sem við erum óánægðir. Eitthvað sem ég get ekki losnað mig við gegnum tíðina. Við erum bara brjálaðir, við segjum frá. En nú Trump veit að ríkisstjórnin ekki beinsælda Kúbu. Kúbu hefur verið með illa stjórn og við vitum að það ákveðin yfirstétin sem við að tilenga sér all og lífa lífið, stóra lífið, að meðan hinn bara strikna og svikna. Það fólk allra fara út á götunni. Og auðvitað verður ofbeldi. Það við sáum þetta 11. júni ekki langt síðan, þegar fólk fara út á götunni, þá bara fullt af fólk sem slasaðist og nokkrir sem dó. Við höfum börn í fangelsinu, bara fyrir það stærri en að fara út á götunni og mótmæla. Hvernig við erum í það, fólk hefur engan að tapa. Og segja að þú hefur engan að tapa, hvað þá? Ég hef ekki að tapa að við ég sitter hemma, jag ætla að deyja hvað sem ég ætla að svelta hvað sem ég fer bara út á götunni. Og svo það verður svona, hvað með segja svona... Ég meina Kúba auðvitað þekkt fyrir byltingarnir sínar. Já, þetta verður það svona innri byltingin og það verður rosalega mikið ofbeldi og það verður mikið tækifæri sín sem mennir. Og það við sem það að Bandaríkjum gerir eins og þeir gerðu í 1898 þegar Kúba við Norður Spánverjar og svo þau fara, já, ég kem að aðstoða ykkur og svo þau fara í 1902 út á landinu og segja að þeir eru búin að byggja við igjen þannig að þeir stjórna utan á landinu og við erum bara bakgarðurinn þeirra. Og þetta myndi gerast af því þeir eru ekki að gera innrás, þeir eru að koma með helsortun lögun og allt það. Við erum að koma að styðja við fríðun á svæðinu. Sen við vitum hvernig þetta Akkurat. Það ekki... Þetta bara sagan að endurtaka sig. Já. Þetta útskrift. En einhverju hlutum vegna, fólk bara, eða ekki fólk, fólk sem betur fyrir svo vel upplýsta að láta okkur segja sig hvað sem en ríkisstjórnin, þeir sem hafa völd, bara labba blindir í því, bara gera Bandaríkjum bara góður, bara ekki vera að rífast við hann, láta hann koma, negotiata með þeim og svo. Ég var svo neyslu til að með með Grænlandi. Já, einmitt. Koma, nei, við þurfum að koma samkomulegi. Nei, það engan samkomulegi, fuck off. Já, það vantar bara meira. Það vantar meira í Kúbani og Grænland. Já, við gerum engin eina samkomulegi. Og þú bara hendur út. Þetta kemur þér ekki við. Og þú ekki sáttu við það. Við mætum okkur á gólfinu. Já. Engin samkomulegi. Hvað samkomulegi þetta að gera með einhver búli? Einmitt. Og þetta ertu hræddur með þetta verði kannski raunin með Kúbu, ég meina, sko, hver væri svona draumastæða þín? Ég meina, hvað myndir til dæmis íslenski utanríkisráðherrann sem að hérna alltaf að koma svona fram og vera með svona, þú veist, hérna svona mannúðlegar skoðanir og svona,
samt ítur undir Bandaríkin alltaf og frekar samstarf og hver væri svona draumastaða þína? Ég meina, hvað getur Ísland gert? Draumastaða væri, ég skal segja þér. Getur Ísland komið á viðskiptasambandi við Kúbu? Já, það getur allir. Það getur allir. Með að hunsa þetta. Þetta er mannréttindabrot. Já. Þetta er klárlega mannréttindabrot. Þannig að þú þarf ekki að hlýða einhverju sem að fara ekki eftir lottoreglun sem hann sjálfur bara skrifa undir og ítrekka Þannig, come on. Þú allir getur það. En draumabæri, og þetta gerist mjög auðvelt, alveg að þetta viðskiptaband fer niður. Já. Að ríkin á Kúbu hefur engan afsökun til að segja við getum ekki gert þetta fyrir Bandaríkjunum svo vondir við með okkur. Akkurat. Þannig þeir þurfa að leyfa erlenda fjárfestingar vera erlenda fjárfestingar, ekki eins og núna að erlenda fjárfestar eru fastir á Kúbu, það mega ekki taka penningar út í dag. Þeirra penningar bara frysta þarna á landinu. Það kemur erlenda fjárfestingar, þú leyfir enga fólki að sjá fyrir sin eigin framtíð. Og þetta myndi blómstra aftur. Þannig að fólk sem berðar í stjórnum kemur úr fólkinu sjálf. Já, einmitt. Það væri ekki með miðstjórn Bandaríkjanna. Já, þetta er eðlileg. Þetta gerðist líka í Kína þegar þeir voru að koma sér rétt. Hvernig þeir koma til kreppinu? Það voru mjög fátækir. Við erum kommunistar, við erum rosalega fátækir hérna. Herðu, lefum bara engar fjárfestingar. Kallunga erlenda fjárfestar. Lefum fólk bara blómstra. En auðvitað ekki mísna á sjónarhorninu þetta félagslega hyggja. Og sér okkar Kína í dag. Og ég held að þetta myndi vera líka á Kúbu. Láta Kúbu vera í fríði. Fólk á Kúbu rosalega dugleg, með rosalega mikið megnan. Bara þrausigasta fólk í lífinu sem hef kynst mér í gegnum tíðina. Þannig að Þetta setja viðskiptafann í burti og hlýna Bandaríkjunin og þú myndir sjá hvernig allt breytist. Þetta fólk sem í stjórnum myndi ekki endast lengur. Bara viðskiptafann dettur niður. Fólk í stjórnum myndi ekki endast 1 ár. Af því fólki sjálf myndi bara styrkja, vera sterkari og myndi bara taka yfir. Akkurat. Þannig að það þarf ekki erlendi, hvað segir maður, einhverju utanfrá til að segja til hvernig þú þarf að laga húsið þitt. Þú veist hvað götun í takin eru. Þú veist hvernig að laga það. Það er ekki neina sérfræðingur í því. Og þetta er eitthvað sem Bandaríkjunum gerði með Puerto Rico. Það er eitthvað sem Bandaríkjunum gerði með Hawaii. Og margir hugsaðu að þetta sé bara draumur. Nei, en það er bandþekking. Það er rosalega mikið bandþekkingar. Og margir horfa, eru margir Kúverjar eins og eru margir Venezuelamennir sem horfa til Bandaríkjunum og hér bjargabætur okkar. Nei, það er ekkert sem kallast ókeypis í lífinu. Allt kostar. Og það kostar þér sjálfsbyrðingar. Þín eigin identity, sjálfsímynd, að láta þetta gerast. Af því alene þú láta aðrar niðra þig sjálfsverðingar tökur bara í mólun og það þú hættir að vera þessi byrðulegt einstaklingur sem hefur bara rétt það er mannréttindur að lifa viðeigandi líf þannig að eins og ég segja alltaf það er enginn að nágranni kemur að segja mér hvernig að laga húsið mig, ég veit hvað ég þarf að laga en láta mig friðir geða mér vergir til að gera það og þú myndi sjá að þetta myndi lagast. Akkurat. Tamila Garcel, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig Kúbu. Ég fæ nú hnipa í þig hérna aftur mjög fljótlega því að við þurfum að halda áfram að fylgjast með ástandinu á Kúbu og í kring því að það er ansi margt að gerast í Ameríku, sérst heimsálfunni, ekki bara Bandaríkjunum, heldur í Ameríku allri og hérna það var rosa gott að fá þig og hérna ég bara, sjáumst aftur vonandi sem fyrst og við tókum við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina
sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.